Það margir töluðu að þetta er stóra prófraunin að þessi leikur á móti KR og ja, nokkuð samfærandi þrátt fyrir svona spennu milli leiksins. Já, samfærandi, ég veit það ekki. Þetta var svona vörnin fín, markvarslan góð og samt finnst mér við nýtum það illa. Við erum að fá mörk úr hraðablöppum. Reyndar núna fengum við 3 í röð í seinni hálfleik. Ef ég maður rétt, þá fórum við held í 5-6. Þá var það svona illa komið. En þeir eru skynsamir KR-ingarnir. Við erum með náttúrulega mörg hundruð leikir hérna og menn sem hafa verið í atvinnumennsku. Bæði Arnar og Gaui, ég er kannski að gleyma einhverjum og ég bara kunna þetta. Það er ekkert auðvelt að spila á móti. Mikið af svona sóknartæknifillum sem maður sá hjá báðum liðum og ekki óþarfa mistök. Var skrekkur í unga liðinu þínu? Eflaust sko, en svona fyrst fannst mér við vera allt á staður, mætum illa á bolta og komum ekki á ferðinni og erum seinir í klippingar og svo framvegis. Í seinni hálfleik þá lagaðist það, en þá kom ekki aukasendingi sem ég var að biðja þannig að kannski kemur það næst. Já. Markvarslan og svona varnarleikurinn hjá báðum liðum svona kannski það sem maður fannst svona best takast hjá liðunum. Já, má kannski segja það. Ég veit hvað, 22-18, það er ekki mikið skor en ef við fáum 2 stig fyrir eitthvað svona, þá bara tekið því. Þetta núna hjá þig þriðji sigurinn, jákvætt og ja, hvað er að skapa þetta? Hvað? Ég held að sé bara dugleg vinna eða mikil vinna hjá öllum, bæði leikmönnum og stuðningsmönnum og svo stjórn, það má ekki gleyma þeim. Þeir vinna mikið starf bak við tjöldin sem er ómetanlegt. Góð músík sem þið spila? No comment á það. Ungu strákarnir, þú hefur svona breytt í liðinu sér maður og það er svona þeir sem eru að skipta og koma inn á, þetta eru strákar sem taka þetta bara hlutverki alvarlega og eru að standa sig bara vel. Já, og það er samkeppni inn í hóp sem er mjög gott. Við erum með 3. markmanninn líka að klára sem dæmi, þannig að það er alveg það er ekkert gefið í þessu og margir af þeim eru í öðrum flokki líka. Frammistaða í þeim leikjum skiptir líka máli hvað þeir fá í meistaraflokki. Ef menn eru með hangandi haust þar, þá bara geta þeir átt að hætta og detta út í meistaraflokki. Þú lítur yfir þessar 3 leiki sem eru búinir og þessar 3 sigra bjartur á framhaldið. Mikil vinna sem þú þarf að tala á? Já, það er alltaf einhver vinna. En já, bara mjög jákvætt. Það er búið að vera fín vörn í flestum leik, eða sérst í þessum 3 leikjum að megninu til. Við erum ekki að fá okkur nema 20 mörk cirka. Og sóknin er eins og er styrð. En það er eitthvað sem við verðum bara að laga allir. Er það svona, já, mótið nýbyrjað? Nei, það held ég nú ekki. Við spiluðum örugglega 10-11 æfingaleiki. Það hefur átt að geta spilast betur saman þar og við vorum að spila betri sóknarleik fannst mér í æfingaleikjunum. Kannski er það af því að voru æfingaleikir, kannski er það af því að menn eru eitthvað taugatrekktir eða eitthvað. Ég get ekki svarað því, ég verð bara að beita einhverju sálfræðihópum sem ég kann ekki hvort þið er. Já, en gríðarlega mikilvægt að fá 2 stig út úr KR. Já, mjög svo. Eins og ég segi, þeir eru ekkert auðunnir. Ég sá að spila gegn Gróttu daginn og hefði alveg getað tekið 2 stig þar. Þeir eru vel skipulagðir og skynsamir eins og ég segi. Þeir eru eftir að fá fullt af stigum.